AA-bókin 11. kafli Framtíðarsýn handa þér. Í hugum flestra er neysla áfengis tengd gleðskap og góðra vina fundi, lífi og fjöri. Áfengi losar okkur við hömlur, leiðindi og áhyggjur, við finnum vináttu og gleði og finnst lífið harla gott. En þannig var þetta alls ekki hjá okkur eftir að við fórum að drekka of mikið. Gamla gleðin hvarf og bjó aðeins í minningunni. Við gátum ekki endurheimt gömlu góðu stundirnar. Við þráðum heitt að geta notið lífsins líkt og áður og vorum gagntekin af þeirri meinloku að einhvern veginn gætu við náð tökum á þessu aftur. Hvað eftir annað reyndum við það einu sinni enn og mistókst, einu sinni enn. Því verð sem fólk þoldi okkur, því meir drógum við okkur í hlé frá samfélaginu við aðra og frá lífinu sjálfu. Þegar við urðum þrælar Bakkusar konungs, skjálfandi þegnar í viti fyrtu ríki hans, fundum við hrollkalda þoku einmanaleikans setjast að okkur, sífellt þéttari og myrkari. Sum okkar leituðu upp í skuggalega staði í vonum að finna þar skilningsríkan félagsskap og velþóknun annarra. Það tókst kannski augnablik en þá tók óminnið við. Síðan vöknuðum við aftur til hins skelfilega veruleika þar sem ótti, ráðleysi, vonleysi og örvænting blasti við. Óhamingjusamir drykkjumenn sem lesa þessi orð skilja hvað áttur við. Stundum heyrum við ofdrykkjumann sem hefur haldið sér ódrukknum hríð segja sem svo: Ég sakna einskis, mér líður miklu betur, gengur betur í vinnunni og hefða mjög fínt. Við sem þekkjum vandan af raun brosum að svona tali. Við vitum að vinu okkar líður líkt á myrkfælum smástrák sem blístrar í myrkrinu til að bæja burt óttanum. Hann er að blekka sjálfan sig. Innst inni langar hann mest af öllu að geta drukkið nokkur glös án þess að lenda í vandræðum. Hann mun fljótlega reyna að leika sama gamla leikinn aftur því hann er ekkert ánægður með að vera ódrukkin. Hann getur ekki ímyndað sér lífið án áfengis. Einn góðan veðurdag mun hann hvorki geta hugsað sér lífið með áfengi né án þess. Þá mun hann kynnast einmanaleikanum í sinni verstu mynd. Hann er kominn á ystu nöf og þráir bara að þessu ljúki. Við höfum lýst í hvernig við björguðumst og þú svarar: Jú, ég vil reyna þetta, en dæmist ég þar með til að vera jafnvel heimskur, leiðinlegur og fúll og mér sýnist sumt að þessu siðavanda fólki vera. Ég veit að ég verð að lifa lífinu án áfengis, en hvernig á ég að fara að því? Getið þið boðið eitthvað bitastætt í staðinn? Já, við höfum annað og miklu betra að bjóða í staðinn. Við bjóðum þér að vera með í AA-samtökunum. Þar getur þú losna frá kvíða, leiðindum og áhyggjum. Ímyndunarafl þitt lifnar aftur og lífið fær loksins tilgang. Bestu ár ævi þinnar eru framundan. Þetta er það sem samtökin hafa gefið okkur og munu gefa þér. Hvernig má það vera, spyr þú? Hvernig kemst ég í kynni við þetta fólk? Þú hittir þessa nýja vini í þínu eigin umhverfi. Líkt og á sökkvandi skipi eru manneskjur að deyja úr alkohólisma í kringum okkur. Ef þú býrð í stóru bæjarfélagi skipta þessar manneskjur hundruðum. Tilvonandi AA-félagar þínir eru bæði háir og lágir, ríkir og fátækir og meðal þeirra munt þú eignast vini fyrir lífstíð. Þú munt tengjast þeim tryggðaböndum sem þú hefur ekki kynnst áður af því að þið eigi það sameiginlegt að hafa bjargast úr háska og haldið för ykkar áfram þaðan, hlið við hlið. Þá ferðu að skilja hvað það þýðir að gefa af sjálfum sér svo að aðrir megi lifa og uppgöta lífið á ný. Þá ferðu að skilja til fulls merkingu orðana elska skaltu náunga þinn eins og sjálfan þig. Það kann að virast ótrúlegt að þetta fólk eigi aftur eftir að njóta hamingju og virðingar og verða nýtir þjóðfélagsþegnar. Hvernig er hægt að rísa upp úr slíkri eymd og vonleysi og endurheimta glatað mannorð? Svarið er einfaldlega að fyrst þetta gat gerst hjá okkur, getur það einnig gerst í þínu lífi. Ef þið langar einlæglega að öðlast það sem við höfum fengið og nýtir þér fúslega reynslu okkar, þá erum við sannfærðum að þér verður að ósk þinni. Við lifum enn á tímum kraftaverkana. Það sannar okkar eigin bati. Von okkar er sú að þegar þessu bókarflegi verður hleypt af stokkunum út á hafsjó alkohólismans, muni örvæntingarfullir alkohólistar grípa tillögur okkar eins og drukknandi maður sitt síðasta hálmstrá. Við trúum því að margir þeirra eigi eftir að fá fast land undir fótum og hefja gönguna fram á við.
Seinna eigi þeir svo eftir að hafa samband við aðra sjúka alkohólista og AA-samtökin eigi eftir að festa rætur í hverri borg og byggð og vera þeim örugg höfn sem á þeim þurfa að halda. Í kaflanum að starfa með öðrum fékkstu nokkra hugmyndum hvernig við nálgumst aðra og hjálpum þeim til bata. Setjum sem svo að nokkra fjölskyldur hafi tileinkað sér þennan lífsmáta með þinni hjálp. Það langar þig áreiðanlega að vita meira hvernig framhaldið ætti að vera. Besta leiðin til þess að bregða upp mynd af því sem þú getur átt í vændum ef til vill sú að lýsa vexti samtakana okkar. Hér kemur stutt yfirlit. Fyrir mörgum árum, árið 1935, fór eitt félaga okkar í viðskiptaferð til borgar í vesturhluta Bandaríkjanna. Viðskiptalega séð gekk ferðin aflitlega. Hefði þessi ferð gengið vel, hefði það nægt til að koma undir hann fótunum fjárhagslega, en það fannst honum á þessum tíma öllu öðru mikilvægara. En viðskiptin enduðu með málsókn og runnu algjörlega út í sandinn. Málsóknin vakti upp erfiðar tilfinningar og kostaði harðar deilur. Þarna var hann, niðurbrotinn og vonsvikinn, niðurlægður og svo til peningalaus í ókunnri borg. Hann var ekki ennþá búinn að ná sér líkamlega og var aðeins búinn að vera án áfengis í nokkra mánuði, þannig að honum var ljóst að þessi vandræði getur reynst honum hættuleg. Hann sárlangaði að tala við einhvern, en hvern? Á drungalegum eftirmiðdegi gekk hann gólf í gestamóttöku hótelsins og velti því fyrir sér hvernig hann geti borgað hótelreikningin. Í öðrum enda anddyrisins hafði lista yfir kirkjur í nágrenninu verið komið fyrir undir gleri. Hinum megin í móttökunni sást í gegnum opnar dyr innan notalegan bar. Hann sá að þar var samankomin glaðvar hópur fólks. Þarna myndi hann geta fundið félagsskap og slakað á. Ef hann fengi sér ekki í glas, hefði hann trúlega ekki kjark til að leita samneytis við aðra og helgin yrði ósköp einmannaleg. Auðvitað gæti hann alls ekki fengið sér í glas, en því skildi hann ekki vona það besta og setjast við borð og panta góstrykk. Þegar allt kom til alls þá var hann búinn að vera allsgáður í 6 mánuði. Kannski gæti hann meira að segja ráði við að fá sér svona 3 glös, alls ekki meira. Hann var hræddur. Hér var hann komin út á hálan ís. Gamla lúmska geðveikin var aftur komin á kreik, hugmyndin fyrsta glasið. Það fór hrollur hann og hann snerist á hæli og gekk yfir í þann enda gestamóttökunar þar sem listin yfir kirkjurnar var. Hann heyrði ennþá tónlistina og glaðivart spjalli frá barnum. En hvað ábyrgð hans, gagnvart fjölskyldunni og því fólki sem ef til vill myndi deyja af því að það fengi aldrei að vita hvernig hægt væri hann á bata? En hvað aðra alkohólista? Þeir hlutu að vera margir í þessari borg. Hann ákvað að hringja í prest. Heilbrigð hugsun náði aftur yfirhöndinni og hann þakkaði Guði. Hann valdi kirkju af handahófi á listanum, fór inn í símaklefa og lyfti tólinu. Samtalið við prestinn leiddi til þess að hann komst skömmu síðar í samband við mann sem bjó í borginni. Þessi maður hafði verið mikilhæfur og virtur borgari áður fyrr, en stemdi nú hraðbyri á botn dýpstu örvæntingar vegna ofdrykkju. Þetta var sama gamla sagan, heimilið í uppnámi, konan veik, börnin ráðvilt, reikningar í vanskilum og mannorði flekkað. Hann þráði að geta hætt að drekka en sá enga leið til þess því hann var svo oft búinn að reyna að komast út úr þessum ógöngum. Þótt hann fyndi sárt til þess að vera þannig frábrugðin öðru fólki, áttaði hann sig ekki alveg á því hvað það var að vera alkohólisti. Og hérna kemur neðanúlsgrein. Hér verið að tala fyrstu heimsókn Bills til Bobs læknis. Þessir menn urðu síðan frumkvöðlar að stofnun AA-samtakana. Þessi bók hefst á sögu Bills og saga Bobs læknis fyrsta reynslusagan í þeim hluta bókarinnar sem hefur að geyma reynslusögur. Þegar vinur okkar hafði sagt frá sinni reynslu, tók þessi maður undir það með honum að sama hvað hann reyndi þá gæti hann aldrei haldið sér ódrukknum með því að beita viljastyrknum einum saman. Hann viðurkenndi að andleg vakning væri bráðnauðsynleg en þótti hún dýru verði keypt ef hún þyrfti að byggja á þeim grunni sem stungið var upp á. Hann lýsti því hvernig hann hefði stöðugar áhyggjur af því að einhverjir kæmust að því að hann væri alkohólisti og auðvitað var hann haldinn þeirri algengu meinloku alkohólistans að sára fáir vissu drykkju hans. Því skildi hann hætta á að missa það litla sem viðskeyti hans gáfu enn af sér og kalla enn meiri þjáningu yfir fjölskylduna og með því að játa eins og kjáni fyrir þeim sem hann byggði lífsviðurværi sitt á hvernig komið væri fyrir honum.
Hann sagðist vera fús til að gera allt nema þetta. En forvitni hans var vakin og hann bauð vini okkar heim til sín. Nokkru síðar, einmitt þegar hann taldi sig hafa náð tökum á drykkjuvandamáli sínu, fór hann á rosalegt fyllirí. Í hans tilviki var þetta fyllirí til að binda endanhútin á drykkju hans. Hann gerði sig grein fyrir því að hann yrði að horfast heiðarlega í augu við vanda sinn til þess að geta með Guðs hjálp náð stjórn á lífi sínu. Dag nokkur tók hann á sig rögg og hélt á fund þeirra sem hann hafði óttast til að segja þeim frá því hver vandi hans hefði verið. Það kom honum á óvart hver vel honum var tekið og hann komst að raunum að margir vissu drykkjuskap hans. Hann settist inn í bílinn sinn og ók á milli þeirra sem hann hafði sært. Hann skalf af taugaóstyrk meðan hann ók svona því þetta gat allt eins orðið honum að falli, einkum vegna þeirra stöðu sem hann gegndi. Hann kom heim miðnætti, úrvinda af þreytu en hamingjusamur. Hann hefur ekki bragðað áfengi síðan. Eins og við munum komast að raunum gegnir hann mikilvægu hlutverki í bæjarfélagi sínu og hefur á 4 árum tekist að bæta fyrir helstu ávirðingar 30 ára ofdrykkjuferils. En líf þessara 2 vina var engin dans á rósum. Þeir þurftu að takast á við margs konar erfiðleika. Þeir gerðu sér báðir grein fyrir því hvað það var mikilvægt að viðhalda réttu andlegu hugarfari. Dag nokkur höfðu þeir samband við hjúkrunarforstjóran á nærliggjandi sjúkrahúsi. Þeir útskýrðu málið fyrir henni og hvað væri í húfi fyrir þá og spurðu hvort einhver raunverulegur alkohólisti væri meðal sjúklinga hjá henni. Hún svaraði, jú, við erum hér með drykkjurút sem var að enda við að lumbra á 2 hjúkrunarfræðingum. Hann missir alla stjórn á sér þegar hann er drukkinn. Þetta er prýðis náungi þegar hann er ódrukkinn en hann er samt búinn að vera hér 8 sinnum á síðustu 6 mánuðum. Mér skilst að hann hafi verið vel þekktur lögfræðingur hérna í borginni áður fyrr en sem stendur er hann ólaður niður í rúmið. Við heitum með neðalmálsgrein. Hér er verið að tala fyrstu heimsókn Bills og Bobs til AA-félagar nr. 3 sem leiddi til þess að fyrsti AA-hópurinn var til í Akron, Ohio árið 1935. Hér var sannarlega komin maður sem virtist verðugt viðfangsefni fyrir þá félaga, þó ekki það auðvelt að lýsingunni að dæma. Á þessum tíma gerðu menn sér ekki jafn ljóst og nú hvað andlegi þáttur meðferðarinnar var mikilvægur. Annar þeirra félaga sagði, setja þann á einmenningsstofu, við komum. 2 dögum síðar starði þessi tilvonandi AA-félagi tómum augum á ókunnum mennina sem sátu við rúm hans. Hverjir eru þau eiginlega og af hverju ég á einmenningsstofu? Ég hef alltaf verið á almenningsstofu. Þessu svaraði annar gestanna, við erum hér til að taka þig í meðferð við alkohólisma. Vonleysið skein úr svip mannsins þegar hann svaraði, þannig já, það bara þýðir ekkert, það er ekki hægt að hjálpa mér. Ég er búinn að vera. Síðustu 3 skiptin þegar ég fór héðan datt ég í það á leiðinni heim. Ég er hræddur við að fara út fyrir dyr, ég skil þetta ekki. Í heila klukkustund sögðu þeir félagar manninum frá sinni eigin drykkjureynslu. Aftur og aftur varð honum orði, þetta er alveg eins og ég er. Svona er ég, svona drekk ég. Þeir sögðu sjúklingnum að hann þjáðist af bráðri eitrun sem bryti niður líkama alkohólistans og brenglaði hugsun hans. Þeir ræddu einnig mikið það andlega ástand sem er undanfarið fyrsta sopans. Já, sagði sjúklingurinn, þetta er ég, einmitt svona er ég. Þið félagarnir viti sannarlega hvað þið eruð að tala en ég skil ekki hvaða gagnir að því fyrir mig. Þið hafið hlutverki að gegna, þið eruð eitthvað. Það var ég líka einu sinni en nú er ég ekki neitt. Eftir að hafa hlustað á ykkur veit ég betur en nokkur sinni fyrr að ég get ekki hægt að drekka. Við þessi orð fóru báður gestirnir að hlæja og hinn verðandi AA-félagi sagði, ég get ekki séð neitt fyndið við þetta. Vinirnir 2 sögðu honum nú frá andlegri reynslu sinni og útskýrðu hvernig sú leið sem þeir fylgdu væri í framkvæmt. Hann greip fram í fyrir þeim. Ég var einu sinni kirkjurækin en það dugar ekki til. Ég hef beðið til Guðs þegar ég hef vaknað timbraður að morgni og svarið þess dýran eigð að bragða ekki framar áfengi og verið komin á hvolf 9-leytið. Daginn eftir var skjólstæðingur þeirra orðin móttækilegri. Hann hafði hugleitt málið. Má vera að þið hafi rétt fyrir ykkur, sagði hann. Guð ætti að geta gert hvað sem er. Svo bætti hann við, en það var lítil hjálp í honum þegar ég var að berjast eitt gegn brennivíns ástríðunni.
Á 3. degi ákvað lögfræðingurinn að fela vilja sinn og líf, umsjá og handleiðslu skapara síns og kvaðst albúinn að gera allt sem til þyrfti. Kona hans kom og þorði varla að gera sér nokkra vonir þótt henni fyndist hún sjá strax breytingu á manni sínum. Hann var byrjaður að njóta andlegra reynslu. Seinna þennan sama dag klæddist hann og gekk frjáls maður út á sjúkrahúsinu. Hann tók þátt í kosningabaráttu sem hafði í för með sér að hann þurfti að halda ræður, vera innan mikið af fólki og á alls konar stöðum og vaka stundum heilu næturnar. Hann tapaði kosningunum en með litlum mun. Hann var búinn að finna Guð og með því að finna Guð fann hann sjálfan sig. Þetta gerðist í júní árið 1935. Þessi maður snerti aldrei aftur áfengi. Einnig varð hann virtur og nýtur samfélagsþegn. Hann hjálpaði öðrum að ná bata og virkur í starfi kirkjunar sem hann hafði vanrækt svo lengi. Þarna voru sem sé saman komnir í þessari borg 3 alkóhólistar sem fannst að nú yrðu þeir að deila þessu sem þeim hafði hlotnast með öðrum eða missa það ella. Eftir nokkrar misheppnaðar tilraunir til að finna fleiri alkóhólista skaut upp 4. Þeir komist í samband við hann í gegnum kunningja sem hafði heyrt þessi góðu tíðindi. Þetta var ungur maður sem virtist standa á sama allt og alla og foreldrar hans vissu svo sem ekki hvort hann langaði til að hætta að drekka eða ekki. Þau voru trúafólk og mjög miður sín vegna þess að sonur þeirra neitaði að koma nálægt nokkru sem tengdist kirkjunni. Hann þjáðist hræðilega vegna drykkju sinnar en samt var eins og ekki væri hægt að gera neitt fyrir hann. Hann lét til leiðast að fara á sjúkrahús og lenti þar á sömu stofu og lögfræðingurinn hafði verið skömmu áður. 3 menn komu í heimsókn til hans. Eftir nokkra stund varð honum að orði: Þetta sem þið segið andlegu hliðina er ekki svo vitlaust. Ég til í að vera með. Þegar öllu að botnin hvolft hafa gömlu hjónin trúlega rétt fyrir sér. Og þannig bættist enn einn í þennan félagsskap. Allan þennan tíma dvaldi vinur okkar úr hótelandirinu áfram í borginni. Hann var þar í 3 mánuði. Þá hélt hann heimleiðis og skildi við þessa fyrstu félaga sína, lögfræðingin og piltinn sem hafði staðið á sama allt. Þessir menn höfðu allir uppgötað nokkuð sem var alveg nýtt í lífi þeirra. Þó þeir vissu að þeir yrðu að hjálpa öðrum alkóhólistum ef þeir ætluðu að haldast ódrukknir, skipti það minna máli en hamingjan sem þeir fengu við að gefa öðrum af sjálfum sér. Þeir opnuðu heimili sín fyrir öðrum, deildu með öðrum því litla sem þeir áttu og helguðu þjáningarbræðrum sínum fúslega frítíma sinn. Jafnt á nóttu sem degi voru þeir reiðbúnir að koma manni á sjúkrahús og heimsækja hann síðar þar. Hópurinn stækkaði. Þeim mistók stundum og þótti það miður, en þá lögðu þeir sig fram við að vísa fjölskyldu viðkomandi einstaklings á andlegu leiðina til að draga þannig úr áhyggjum þeirra og þjáningum. 1,5 ári síðar hafði þessum 3 mönnum tekist að bæta öðrum 7 í hópinn. Þeir hittust oft og það leiði varla svo kvöld að ekki væri saman komin á heimili einhvers þeirra hópur karla og kvenna sem glöddust saman yfir fengnu frelsi og höfðu stöðugt í huga hvernig þau getu komið uppgötvun sinni áfram til nýliða. Auk þess að hittast þannig komst á svo hefð að halda 1 kvöld í viku fund sem var opinn öllum sem áhuga höfðu á að lifa andlegu lífi. Fyrir utan að eiga þarna samfélag og samskipti við aðra var tilgangurinn sá að skapa vettvang fyrir þá sem voru að byrja að koma fram með sín vandamál. Áhugi annarra vaknaði. Hjón ein opnuðu rúmgott heimili sitt fyrir þessum undarlega samsetta hópi og heilluðust svo að heimili þeirra hefur síðan verið vettvangur fyrir starfið. Margar ráðvilltar konur hafa leitað í þetta hús og fundið þar kærleiks og skilningsríkan félagsskap meðal kvenna sem þekktu vandann. Þær hafa heyrt eiginmenn þessara kvenna segja frá því hvað gerðist í lífi þeirra og þegið góð ráð hvernig beina mætti illa höldnum maka inn á sjúkrahús og ná þar til hans næst þegar hann dytti í það. Margir sem ennþá voru utan við sig og áttaviltir eftir sjúkrahúsvist tóku skrefi til frelsis þeir stigu inn á þetta heimili. Margur alkohólistinn sem þangað kom fann þar svarið sem hann leitaði að. Fjallinni þennan glaði var að hóp sem gat hlegið að eigin óláni og sýnt ógæfu annara skilning. Eftir að hafa orðið snortin af heimsókn þeirra sem vitjuðu hans á sjúkrahúsinu, gafst hann algjörlega upp þegar hann heyrði einhvern segja sögu sína uppi á lofti í þessu húsi og hún var nauðalík hans eigin sögu. Þessi svipur á andliti kvennanna, þessi óræði glampi í augum karlanna,
Þetta örvandi og magnaða andrúmsloft sem þarna ríkti, allt hjálpaði þetta við að láta alkohólistana finna að þeir væri loksins komnir í höfn. Það var ekki hægt að standast að hvernig þetta fólk tók á málunum, hvað það sýndi mikið umburðarlyndi og látleysi, hvað jafnréttið sem ríkti var ósvikið og skilningurinn ótrúlegur. Alkohólistinn og maki hans fóru að fundi þessa fólks gagntekin af hugsuninni það hvað þau gætu nú sjálf gert fyrir einhvern ólánsaman kunningja og fjölskyldu hans. Þau vissu að þau höfðu eignast hóp af nýjum vinum. Þeim fannst næstum eins og þau hefðu alltaf þekkt þetta fólk. Þau höfðu séð kraftaverk gerast og áttu sjálf að fá að upplifa það. Þeim hafði birst raunveruleikin mikli, hinn kærleiksríki og almáttugi skapari. Nú orðið rúmar þetta hús ekki lengur hinna vikulegu fundargesti sem eru yfirleitt orðnir 60 til 80 talsins. Alkohólistar nær og fjær sækja þessa fundi. Heilu fjölskyldurnar koma akandi langan veg frá nágrannabæjunum til að geta verið með. Í bæjarfélagi einu sem er í 50 km fjarlægð eru 15 AA-félagar. Þar sem hér er þéttbýlissvæði að ræða, teljum við að félagarnir eigi í framtíðinni eftir að skipta hundruðum. Og hérna neðanmálsgrein, þetta er skrifað árið 1939. En líf AA-félaga felst ekki bara í því að sækja fundi og fara í heimsóknir á sjúkrahús. Það þarf að gera upp gömul mál, aðstoða við að leysa úr fjölskylduerjum, tala máli útskúfaða sonarins við sárreiða foreldra, lána peninga og útvega hvert öðru vinnu þegar slíkt á við. Allt er þetta daglegt brauð. Enginn er svo ómerkilegur eða djúpt sokkinn að hann sé ekki boðinn hjartanlega velkominn ef honum er alvara. Stéttarík, ómerkilegum metingi og öfund er eitt með góðlátlegu gamni. Þegar fólk hefur beðið sameiginlegt skipbrot, hefur bjargast og sameinast í Guði og stillir huga sinn og hjarta öðrum til blessunar, fara ýmsir hlutir sem sumum finnast svo mikilvægir að skipta þetta fólk litlu máli. Hvernig má hann að vera? Svipaðir hlutir eru að gerast í mörgum borgum í austanverðum Bandaríkjunum þótt aðstæður séu aðrar. Í einni þeirra er sjúkrahús sem er þekkt fyrir að bjóða meðferð fyrir alkohólista og fíkla. Fyrir 6 árum var einn af félögum okkar sjúklingur þarna. Mörg okkar fundu í fyrsta skipti fyrir nálægð og mætti Guðs innan veggja þessa sjúkrahús. Við stöndum í mikilli þakkarskuld við starfandi lækni þar, sem þrátt fyrir að það geti bitnað á hans eigin starfi, hefur lýst yfir að hann hafi trú á aðferðum okkar. Á nokkura daga fresti sendir þessi læknir okkur boðum að koma og heimsækja einhvern af sjúklingum hans. Hann á auðvelt með að sjá út hverjir vilja og geta náð bata á andlegum grundvelli, af því að hann skilur aðferðirnar sem við notum. Mörg okkar sem erum fyrirverandi sjúklingar förum þangað til að hjálpa. Í þessari borg eru haldnir óformlegir fundir líkt og þeir sem við höfum áður lýst og þar koma orðið tugir félagar saman. Þarna ríkir sama vinátta og sama gagnkvæma hjálpfýsin og við finnum meðan félagana í vesturhluta Bandaríkjanna. Það er heilmikið ferðast á milli þessara landsluta og við sjáum fram á að þessi mikilvægu samskipti munu aukast enn. Vonandi kemur svo tíð að hver einasti alkohólisti sem er á ferðalagi geti fundið samfélag AA-manna á áfangastað sínum. Þetta hefur nú þegar náð að rætast að vissu marki. Sumir úr hópnum eru sölumenn og ferðast mikið. 2, 3 og 5 manna hópar hafa sprottið upp í öðrum byggðarlögum út frá aðalstöðunum 2. Þau okkar sem eiga leið þar líta við eins ofta þau geta. Með því leggjum við hönd á plóg og komumst hjá því leið að lenda í freistingunum sem búa við þjóðveginn og allir sem hann fara geta sagt frá. Neðanmálsgrein. Þetta er skrifað árið 1939. Árið 2002 eru deildirnar orðnar á annað 100.000 talsins og AA starfandi í það bil 150 löndum. Giskað er á að félagar séu á 3 milljón. Þannig þroskumst við á döfnum. Þú getur gert það líka þótt þú sért ein eða eitt þíns liðs en með þessa bók þér í hönd. Við trúum því og vonum að hún hafi að geyma allt sem þú þarfnast til að geta hafist handa. Við vitum hvað þú ert að hugsa. Þú hugsar með þér, ég er einmana og skjálfandi. Ég get þetta ekki. En þú getur þetta. Gleymdu ekki að þú varst rétt í þessu að finna uppsprettu krafts sem er miklu máttugri en þú.
Þegar þú hefur slíkan bakhjarl er það aðeins spurning um vilja, þolinmæði og vinnu að tileinka sér það sem okkur hefur tekist. Við þekkjum félaga sem bjó í Stórborg. Hann hefði ekki búið þar nema fáeinar vikur þegar hann komst að því að þarna voru sennilega fleiri alkohólistar á ferkilometra en í nokkuri annarri borg í landinu. Nokkrum dögum áður en þetta er skrifað, 1939, var staðan þannig. Borgaryfirvöld voru mjög áhyggjufull. Hann hefði samband við virtan geðlækni sem gegndi ábyrgðarstöðu á sínu sviði hjá borginni. Hann reyndist vera bæði fær læknir og einnig mjög áhugasamur aðferðir sem getur komið að gagni við að ná tökum á ástandinu. Hann vildi gjarnan vita hvað vinur okkar hefði upp á að bjóða. Okkar maður sagði lækninum alltaf létta. Áhrifin urðu slík að læknirinn samþykkti að gera tilraun meðal sjúklinga sinna og tiltekins hóps alkohólista frá heilsugæslustöð sem hann hefur umsjón með. Einnig var gert samkomulag við yfirgeðlækni á stórum ríkisspítala að velja enn fleiri úr þeim stóra hópi ógæfi fólks sem streymir inn og út af slíkri stofnun. Þessi félagi okkar mun brátt eignast fjölda vina. Einhverjir þeirra munu sökkva til botns án þess að ná að spyrna sér aftur upp frá honum, en miðað við okkar reynslu mun meira en helmingur þeirra sem haft verður samband við gerast félagar í AA-samtökunum. Þegar nokkrar manneskjur í þessari borg hafa fundið sjálfar sig og uppgötvað þá gleði sem það veitir að hjálpa öðrum að horfast aftur í augu við lífið, þá verður ekki lint látum fyrir en allir í borginni hafa fengið tækifæri til að verða heilir ef þeir geta og vilja. Vera má að þú mótmælir enn og segir, en ég nýti ekki þeirra forréttinda að geta haft samband við ykkur sem skrifuðu þessa bók. Við getum ekki fullyrt neitt. Það er Guð sem ræður og þú verður að leggja allt þitt traust á hann. Hann mun sýna þér hvernig þú getur fengið þann félagskap sem þú þarfnast. Hérna kemur neðalmálsgrein. AA-samtökin vilja gjarna heyra frá þér. Skrifstofa þeirra er í Tjarnargötu 20 í Reykjavík og utan á skriftin er Pósthólf 1149 101 Reykjavík. Bókinni okkar er einungis ætlað að vera ráðgefandi. Við gerum okkur ljóst að við vitum ósköp lítið. Guð mun sýna okkur öllum meira og meira. Spyrðu hann þegar þú hugleiðir og biður á morgnana hvað þú getur gert í dag fyrir þann sem enn er veikur. Svörin koma ef þú hefur ræktað eigin garð. En það er augljóst að þú getur ekki gefið áfram það sem þú ekki hefur öðlast sjálf eða sjálfur. Gættu þess að halda réttu sambandi við Guð og þá munu miklir atburðir verða í lífi þínu og ótal annara. Þetta er hinn mikli sannleikur í okkar augum. Gefðu þig Guði á vald samkvæmt skilningu þínum á honum. Viðurkenndu bresti þína fyrir honum og félögum þínum. Hreinsaðu til í rústum fortíðarinnar. Gefðu örlátlega af því sem þér hlotnast og slástu í för með okkur. Við verðum með þér í andanum og þú rekst örugglega á eitthvert okkar þar sem þú feta þig áfram á vegi gæfu og gengis. Guð blessi þig og varðveiti þangað til.